Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Við erum hér á Egilsstöðum og eru komnar til mín í sófann systur tvær. Þær eru Íslands, bikar og deildarmeistarar kvenna í blaki og koma frá Neskaupstað. Velkomnar Heiða og Helena. Takk fyrir. Og til hamingju með titlana alla. Já, takk fyrir það. Eru herbergin ykkar alveg full af bikurum? Nei, segjum það nefnist ekki. Leikjarnir eru bara hvíla vel upp í írstósi. Já, þeir eru látnir þangað. Já. Var þetta ekki bara fyrir viku sem þið, bara á föstudaginn síðasta, sem þið kláruðu síðasta titilinn eða hvað? Jú, Lönduðu síðasta honum? föstudagskvöld. Já. Hvernig tilfinning var það? Það var alveg æðislegt. Já, bara ólýsanlegt, það var alveg æði. Það var semst þá var það Íslandsmeistaratitil. Já. Og hvenær, og þið voru búnar að landa hinu, hvenær, bikar og deildar? Hvað var miðjum mars sem bikarnir var? Hvað svo leið, já. Og eitthvað byrjun mars ábygglega deildin. Já. Eru þið ósigrandi þarna, þetta blaklið frá Neskaupstað? Hvernig er það? Já, greinilega. Við töpum einum leik mjög snemma á tímabilinu. Nú. En það er einu leikur sem við töpum yfir. Kunnið þið bara að sigra? Hvað segir þið? Spurning. Já. En hvað er þetta með blak og Neskaupstað? Af hverju er þetta svona mikil þjóðaríþrótt þar? Grímur og Óli byrjuðu hefðina fyrir alveg svolítið löngu síðan. En síðan að það hefur bara verið partur eiginlega af samfélaginu. Já, ég held að blakdeildin hafi bara séð fyrir mjög góð yngri flokkastarfi. Það hefur skilað sér eins og liðið okkar núna í ár. Það er mjög ungt. Það eru 5 stelpur sem eru 2000 árgangur, nokkrar sem eru 2001 og svo eru bara örfáar sem eru svona eldri, þannig að það... Ert þú semst í eldri kantinu? Ég er í eldri kantinu núna. Og þú ert hvað fædd 92? Já. Og þú ert 2000 árgangurinn? Já. Hvað ertu að segja? Og er búið að leggja mikið metnað í þetta? Já. Míglena og Apostolov, þau voru hérna í mörg ár og stóðu sér mjög vel með yngflokkana. Nú eru Valal og Borka komin og tóku við og eru að standa sig bara jafn vel eða betur, þannig að... Hvaðan eru þau? Valal og Borka frá Spáni og Míglena og Apostolov eru frá Búlgaríu og þau voru svona þau sem álu mig upp. Já, er það? Já. Þú fórst í burtu, var það ekki? Hvað spilaðir lengi á Íslandi áður en þú fórst til Bandaríkjanna? Ég er ekki alveg viss. Ég fór út 2012, þannig ég spilaði einhver nokkur ár fyrir það. Ég kom inn kannski 14 ára í meistaraflokk, þannig að það hafi verið svona 4-5 ár. Já. Og svo fórið til Bandaríkjanna og þú ferð vegna þess, eða þú færð skólastyrkar þegar ekki? Jú. Já. Allt út af blakið? Já. En gaman, hvert fórstu? Ég fór fyrst til Texas í 2 ár og svo fór ég til Louisiana í 2 ár og svo var ég eftir og þjálfaði í tæp 2 ár, þannig að... Þú kemur reynslubolti heim. Já, það ferðast ansi mikið. Er það ekki? Hvað varstu að læra? Ég var í sálfræði. Og orðin sálfræðingur? Nei, ég er búin með BA, ég á eftir að fara í master. Já, ætlarðu í það? Ég ætla í master en ég er ekki alveg viss í hverju. Kennslufræðin, svolítið spennandi. En langaði þig alltaf að koma heim aftur? Ég var alveg á báðum áttum svona fyrst, en það er svolítið erfitt að fá hérna landvistarleyfi í landinu núna, Bandaríkjunum, þannig að það var svona ástæðan af hverju ég kom heim. Hefur það eitthvað með hann Trump blessaðan að gera? Já, ég hugsa það. Já. En svo bara datt ég í lukkubætni, mér líka bara mjög vel á Íslandi og náttúrulega fékk að spila með þeim í vetur, eða byrjaði með óluböndin, þannig að það var bara æði. Já. Hvernig var að fá stóru systur heim aftur? Það var alveg frábært. Ertu ekki búin að sakna það svolítið? Ekkert smá. Það var bara rosalega mikið. Þú hefði sennilega verið aðeins minni þegar hún fór út? Já, ég var 12 ára. Já, það fórst út 2012. Og svo mér var sagt það hérna áðan að þið hefðu átt mjög stóran þátt í þessum sigri. Er það rétt? Er þið báðar svona svakalega góðar í blaki? Þetta er liðsíþrótt, en það þarf allan hópinn, en það skila bara allir sínu hlutverki og við held ég bara skilum okkar part af hlutverkinu. Já, greinilega. En sumir finnst blak ekki nógu spennandi íþrótt? Er það ekki bara einhver vitleysa? Er þetta ekki alveg þrælspennandi? Jú, mér finnst það alveg. Mér finnst það alveg. Þrælspennandi, jú, alveg klárlega. Er það vegna þess að fólk kann ekki reglurnar eða hvað er það sem að... Hvernig er hægt að koma blaki meira á framfæri? Er eiginlega spurningin. Þetta er alveg lúmst flókin íþrótt. Eins og fótbolti, það er einhvern veginn eitthvað sem þú getur
finnst að mínum mati bara byrjað miklu fyrr í, en blaki það svo mikil tækni að byrja. Það er kannski það sem það er svo mikið af svona alls konar reglum sem að rugla fólk. Já, það er líka bara að gefa því séns. Það er margir sem horfa á blak, svona, mér langar ekki bara í blak, það er kannski ekki alveg nóg cool eða eitthvað. En svo leið það byrjar, þá eru margir sem falla fyrir því og sama hvað aldrei ég er að þjálfa öldungablak og það eru margir sem byrja eftir 30 og við óska þess að það hafi byrjað fyrr, en það er rauninni aldrei of seint að byrja. Það eru konur sem eru næstu eftir að fara núna á öldungamót helgina, þannig að... Já, eru þið að koma eitthvað að því? Þurfið að dæma eða þú þjálfa? Já, ég er að þjálfa og ég er að dæma einhverju örfáleiki. Og hvað er þið von á mörgum? Ég er ekki alveg viss á því hvað eru margir, en það er einhver 1000 manna sem er að fara á þetta mót. Hvað segir þið? 183 lið held ég. Og hvar verður þetta? Á Akureyri. Já, en spennandi. Já. Þannig að þetta hefur oft fylgt menntaskólunum líka. Ég man bara þegar ég var í Emma að það var mikið blak þar. Já. Er það eins hér? Tengist þetta skólunum eða ekki svo mikið? Nei, þetta er bara Neskaupstaður. Já. En frábært. En svona, hvað er annað að frétta af Neskaupstað? Hvað er meira af íþróttalífi? Ef við komum mér inn í það. Meira en blak, það er fótbolti. Skíðin, það er skíði, fótbolti, sunddeildin er frekar sterk. Já. Hvað er fyrir það? Karate. Körfuboltinn er að koma á stað. Og þetta er 1500 manna samfélag? Já. Rosalega er þið dugleg. Það er eitthvað í vatninu þarna. Ég segi bara til hamingju með þennan titil og gangi ykkur sem allra best og gaman að fá ykkur systur hingað. Takk fyrir það. Og við höldum áfram hér.